Jæja, þá fer þetta að rúlla stað aftur. Það væri kannski ekki úr vegi að sjá mörkin úr fyrri hálfleiknum. Byrjum á Stefáni Teiti Þórðarsyni sem að lúra honum þarna af 30 metra færi. Og Arnar Már bætti við öðru marki á 38. mínútu úr aukaspyrnu þar sem hann skaut í varnarvegginn. Mikil útsjónar sem er þar. Og það var síðan Gonzalo sem að bætti við þriðja markinu eftir undirbúning Steinars Þorsteinssonar. Staðan 3-0. Þá er þetta bara alltaf verða klárt í síðari hálfleik. Einhverja breytingar sé ég hér að Bjarki Steinn Bjarkason kominn inn á númer 19 hjá IA í staðinn fyrir Stefán Teit Þórðarsson, sýnist mér. Þórður Þorsteinn Þórðarsson kemur inn í staðinn fyrir Hall Flósason og Hafþór Pétursson í staðinn fyrir Arnar Snær. Einhverjar breytingar hafa verið gerðar á Keflavíkurliðinu líka eflaust. Leikmaður númer 11 sé ég kominn inn á. Það vakti athygli okkar í hálfleik að Jóhannes Karl var ekkert sérstaklega sáttur með sína menn. Það virtist vera að hamra á einhverjum atriðum sem að hafa verið æfð í þessari viku. Já, einmitt. Sem voru ekki að birtast hér í fyrri hálfleik. Já, Dagur Ingi Valsson er kominn inn á hjá Keflavík númer 11 og við munum svona reyna að spotta þær hérna. Hann er skráður í ungmennafélagið Leikni Fáskrúðsfirði. Gott ef hann skoraði ekki gegn Kára í sumar inn í höllinni. Jó, það er rétt. Eflaust þarna, hann er ennþá skráður í Leikni þannig að það virðist vera. Spurning hvort hann er búinn að skipta yfir. Leikmaður númer 22, Arnór Smári Friðriksson er einnig kominn inn á Keflavík. Það er svona þær breytingar sem að hann kemur þá væntanlega inn fyrir Anton eða hvað sýnist það. Já, þetta var ekki hálfleiksræðan sem ég bjóst við, sko. Þetta hlýtur einmitt að vera eitthvað sem að þeir hafa verið einmitt að leggja áherslu á sem hefur ekki verið framkvæmt nógu vel. Þetta er náttúrulega þannig leikur að menn eru að æfa og prófa nýja atriði. Bjarki Steinn missir hann út fyrir. Kristoffer náttúrulega upprunnilega úr Leikni Fáskrúðsfirði líka. Það verður nú áhugavert að fylgjast með breytingunum einmitt í talið besta Leikni Fáskrúðsfirði. Þeir voru náttúrulega að missa þjálfara sinn til margar ára til Hattar, eða Hugins Hattar. Spurning hvernig framhaldið verður, en þeir eru ennþá í annari deildinni ekki rétt með Huginn Höttur? Nei, hérna Leiknismenn. Jú. Með Kára og við munum að sjálfsögðu náttúrulega fylgja Kára eftir í allt sumar eins og síðasta sumar, en
við missum spón og raski okkar í dagskrárgerð þegar við missum meistaralok kalla hjá IA. Við megum ekki sína frá því í sumar. Hörður með fyrirgjöfina, hann föst alla leið yfir á Þór Þorstein sem að nær skotinu en það framhjá. Það minna aftur á að við munum sína hérna klukkan 1 leik IA og FH í Faxaflóa móti kvenna. Það voru breytingar á leikmannahópi skaðaliðsins hjá konunum og það er álíka forvitnilegt að sjá hverjar taka við þeim keflum sem að losnuðu. Skagamenn byrja seinni hálfleikinn líkt og þeir spiluðu það fyrir, pressa stíft á þá, liggja á þeim. Og það verður nú eiginlega að segjast að það er bara talsveit mikill munur á þessum liðum í dag. Keflvíkingarnir náðu kafla í fyrri hálfleik þar sem þeir voru að ógna með skyndisóknum en síðan lognaðist það einhvern veginn út af. Áttu reyndar eitt algjör stöðafæri. Já, í stöðunni 1-0 var það ekki? Jú, gott ef ekki. Það hefði getað eflaust breytt einhverju. Mörk breyta leikjum, sagði einhver. Jú. Gonzalo pressa stíft þarna. Davíð. Já, þetta er nefnilega áhugavert að sjá sko. Þetta er alveg klárlega þegar að Skagaliðið með boltan, þá er þetta alveg klárlega 3-4-3 kerfi, en maður sér það þegar að Keflvíkingarnir ná að halda boltanum og byggja upp sóknina, þá detta bakverðirnir eða kantmennirnir niður í vörnina, þannig að þá erum við eiginlega komin í sko 5-4-1 þessuna. Já. Þannig að þetta er sveigjanlegt system og sé það vel framkvæmt, og þá er það ansi gott. Þetta var klárlega hendi, eða fór í hendina á honum allavega, en svo sem ekki viljandi hendi. Kristoffer, Ólafur í baratunni, Óli Valur næra taka hann á honum. Hafþór út á Hörð. Þórður með fasta sendingu en ekki á neitt. Sindri spyrnir frá marki sínu. Kristoffer fær hann hérna, hann er pressaður og Vottari nær ekki að standa hann af sér, en Keflvíkingar halda boltanum. Rúnar hann á Kristoffer skiptir yfir á Magnús á Ísak. Kemur James með slaka sendingu sem var ætluð Kristoffer. Árni Snær fram á Bjarkastein. Bjarki tekur hann með sér, finnur Hörð og leggur síðan á stað upp í hornið, en þetta var vel varist hjá Keflvíkingum. Dagur yfir á Kristoffer, slöksending og Kristoffer, nei. Heldur vinstran hnéð. Þetta er hræðilegt að sjá. Það ætlar ekki af þessum pilti að ganga.
Hann hefur verið í miklu vandræðum með bæðin hérna á sér til skiptis ef ég man rétt. Svona að viðbröðunum að dæma þá hann ekki að fara að spila fótbolta í bráð. Þarna var hann í rauninni sýndist mér nú bara að vera að teygja sig í boltan. Já, virtist ekki vera neitt högg eða slíkt þannig að og hann hreinlega borinn hér af velli. Og Keflvíkingar skipta umsvifalaust. Maður veit ekki í svona tilvikum hvort verra líkamlegi sálsökin eða sá andlegi. Nákvæmlega. Þegar þú ert, Skagamenn gera breytingu. Einar Logi kemur inn á fyrir Ragnar Leósson og ég get ekki betur síðan að hann komir hreinlega bara inn á miðuna. Hann skiptir ekkert við Arnar Má í vörnina. En Kristófur Páll fór út af og í stað hans kom hver? Við erum að reyna að finna út úr því hver það er sem að kom í hans stað. Við erum sennilega búin að finna hann en hann snýr baki í okkur, snýr ekki bakinn í okkur og vantar númerið á honum til þess að geta staðfesta. Adam Ægir Pálsson fáum það staðfest hér, kom inn á fyrir Kristófur Pál. Kristófur Pál liggur ennþá út af og kemur ekki óvart, hann býðir hreinlega bara eftir sjúkrabíl í þeirri stöðu. En Einar Logi vinnur hérna boltan, kemur honum á Bjarka Stein sem gerir þetta vel, hann hér með á fleygiferð. Gonzalo með honum vinstra megin, Steinar með honum hægra megin, Bjarki ennþá með boltan, finnur Steinar, frábær sending, Steinar kemur með hælsendinguna fyrir á Bjarka Stein. En vörnin nær að vera fyrir, ég syns að vera Magnús Þór sem að hendi sér fyrir skotið. En þetta var skemmtilegt upplaup hjá Skagamönnum. Steinar hefði eflaust getað skotið sjálfur en hann valdi að renna honum út og félaga sinn. En það er hornspyrna sem að Bjarki tekur, þess að fleytt áfram og Arnar Már í færi og þarna skot og mark. Einar Logi Einarsson fylgir eftir skoti Arnars Más og bætir við 4. markinu. Já, þetta
virðist ekki ætla að breytast neitt. Einar Logi bara búinn að vera inn á í einhverjar 3 mínútur. Markaskoðunni staðfestir hér og það var ekki mikið sem hann átti eftir að gera til að koma boltanum í markið. Arnar Már hitt hann illa í þessu þegar hann skaut á markið, en hér er bara strax konur Skagamenn aftur. Steinar heldur þessu inn á en nær ekki að koma boltanum á Þórð. Óttar skallar þetta frá Einar. Pottalólu tekur hann niður og setur hann á Hafþór. Valur finnur Einar, skiptir á Hörð með vinstra megin. Einar á Bjarka, þetta er erfitt. Bjarki gerir vel. Hörður á Bjarka og Einar. Einar hótar fyrirgjöfinni, beint í hendunar á Sindra. Það koma Keflvíkingar. Adam á James Mack sem snýr sér í hringi og á erfiða sendingu sem Arnar Már kemst í. Óli Valur út á Þórð. Skiptingin hittir ekki á samherja, en Skagamenn halda boltanum. Hafþór niður Óla Val, aftur á Hafþór. Einar Logi finnur Þór hérna hægra megin, nei, gengur ekki, en Adam fyrir Keflvíkinga, kemur honum á James Mack og Guðjón Phillips hann að fællu við og þessi sókn endar með slökkurskoti beint í hendunar á Árna sem kemur með hann snöggt fram á Gonzalo í baráttunni, baráttu í honum. Sindri kemur þessu í innkast. Fyrirgjöfum först fyrir Keflvíkingar ná ekki að hreinsa. Hörður fyrir skotið með hægri, þetta er hátt yfir.
Einar skallar þetta niður á Þórð. Hafþór með boltan. Einar, Arnar Már, aftasti maður. Óli reynir að þræða hann á Hörð. Þessi sending aðeins svo löng. Þá fáum við tvöfalda skiptingu hjá Skagamönnum. Inn á koma ungu leikmennir Hákon Arnar Haraldsson og Jón Gísli Eyland Gíslason. Út af fer Arnar Már Guðjónsson og einnig Steinar Þorsteinsson. Hákon Arnar fæddur 2003. Jón Gísli 2002, þetta ungi strákar. Jæja, ég kom aftur. Óli reyndi að finna Hákon þarna, gekk ekki. Gonzalo sterkur. Reynir skotið fyrir varnarmann. Keflvíkingar bæja hættunni frá. Hér er James Mack með fína sendingu. Heldur hlaupinu áfram. Kemur sendinguna fyrir en Einar var þarna vel staðsettur. Hér er James Mack en Hörður er fyrir. Hafþór kemur þessu aftur hrænda mörk. Já, þeir eru aðeins að segja í sig veðri núna, Keflvíkingar. Hefur einhverja fréttir að færa af Kristófer? Já, þetta hljómar ekki vel, en það sjáum við að það er verið að færa hann út í sjúkrabíl núna. Hann sagðist, hann hefur nú eins og segja meiðst illa á hné áður og hann upplifði þetta bara á sama hátt og áður. Eins og hann orðaði það sjálfur, honum fannst hann bara finna liðin opnast og var að sjálfsögðu mikið niðri fyrir. En hann hefur komist í gegnum þetta áður, þannig að við vonum að óskum honum góðs gengis á sjálfsögðu í baráttunni sem er framundan. Keflvíkingar eru hér að fá aðra hornspyrnu. Keflvíkingar ná að svara fyrir sig. Við erum með stór og stæla menn í teignum og þannig er Einar Logi fyrir. Sýndist að nú fá hann í andlitið en hann er harður á sér. Þetta er skrítin hornspyrna en þetta reddast nú. Nei, Gonzalo er komið með hann fram á Hákon sem að snýr. Stingur síðan á Bjarka Stein. Bjarki nær hann þessum bolta. Sindri er á undan, rétt á undan. Sindri var hikandi þarna, fór ekki beint í úthlaupið. En hafði betur gegn Bjarka þarna. Þórður með skiptingu, ætlaði Gonzalo. En það tókst ekki. Þórður á Phillips. Skiptir út á. Hákon Arnar er nú sonur Haralds Ingólfssonar ef ég þekki hann rétt. Systir hans Unnur Ýr auðvitað leikmaður hjá meistaraflokki kvenna. En
ætlar að halda áfram að ungir menn fái tækifæri á Jóhannesi sem er frábært. Þeir eru einmitt 2 nýfluttir til Svíþjóðar sem að komust að hjá, var það ekki Norrköping? Jú. Meðal annars sonur Jókala. Ísak sem að spilaði, sló metið sem yngsti leikmaður í meistaraflokki síðasta sumar þó að í síðustu umferð. Þannig að þessi hlutur eru farnir að rúlla eins og Arnar Már Guðjónsson kom inn á í uppgjörsþættinum okkar daginn. Þetta er eitt af því sem er farið að ganga upp hjá Skagaliðinu að ala upp menn til að selja út. En eru Skagamenn að reyna að þjarma að Keflavík sem að bakkar vel niður og Óttar með pláss og reyna að stinga hérna inn á Þór Þorstein að heppnast ekki. Þeir eru einmitt fundist áhugavert í þessu kerfi hversu auðvelt Hafsend hérna býtunum við. Hér eru Keflvíkingar á flegiferð en sendingin slök að það er að segja Hafsendarnir sikkur megin hvað þeir hafa haft mikið pláss til þess að koma upp með boltan. Sem sagt þegar að bakverðinir eða vængmennir eru farnir af stað og miðjan er öll framalega þá hafa þeir fengið mjög mikið pláss eins og Óttar nokkru sinnum meðal annars komið sér í skotfæri fyrir leiknum. Þannig að þetta fær Hákon boltan, hann snýr inn á völlin, finnur Gonzalo, hann á Steinar aftur Gonzalo. Virkilega vel spilaður, komnir allar yfir á vinstri kantinn, þar er Hörður Ingi ennþá með boltan, kemur með fyrirgjöfina, Bjarki Steinn nær skallanum en hann er máttlaus. Og Sindri grípur þetta auðvitað. En Keflvíkingar að leika sér að eldinum hérna. Gonzalo í skotið í varnarmann. Magnús skallar frá Hákon. Ég held að sé rétt hjá mér að Hákon er í 10. bekk. Núna, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held það. Rétti því upp á hann er fæddur 2003. Já. Og Jón Gísli sem kom einn inn á, hann er 2002 fæddur. Já. Enda eins og við sáum síðasta sumar að bæði A og B-lið í öðrum flokki spiluðu til úrslita. A-lið varð Íslandsmeistari og B-lið í öðru sæti. Báðir leikirnir, þessi síðustu leikir í öðrum flokku voru í beinni hjá okkur og B-liðið tapaði þá fyrir FH í úrslitaleik. Þannig að það er töluverður efniviður á Akranesi þessi misserinn. Það er að skila sér upp í meistaraflokkin líka. Keflvíkingar en að reyna að spila sér út úr gegn þessari pressu. Bolti, Magnús skalla frá, Gonzalo er þar til að hirða boltan, sendir hann hér út á Jón Gísla sem að nær ekki nóg miklum krafti í skotið. Búið að vera mikið líf í kringum Gonzalo í þessum leik. Spurning hvort við höfum tækifæri núna til að sjá aftur markið
já, sem að Einar skoraði. Það er hornspyrna sem að Bjarki tekur en sem fleytt áfram og Arnar Már í færi og þarna skot og mark Einar Logi Einarsson fylgir eftir skoti. Það er hornspyrna sem að Bjarki. Já, þetta er skallað tilbaka á Árna. Árni kastar síðan hérna út á Hákon. Þórður Þorsteinn kemur utan á hann kemur inn á völlin. Bjarki. Allt galopið hérna á vinstra megin. Já, Gonzalo reynir skotið. Þetta var ágætis tilraun. Sindri vel á Varðbergi. Já, mér sýnist Gonzalo bara að fara að líða nokkuð vel í gulu treyjunni. Eins og segir, mikið í boltanum og lífi kringum hann. Hér nær hann að vinna boltan. Skrítin spilamennska hjá Keflavík. Gonzalo nær ekki að komast frá hjá varnarmanni. Frábært pressa, Hákon vinnur vel tilbaka. Þórður. Þór hann er að finna Gonzalo en Magnús stígur hann út. 15 mínútur tæpar eftir. Já, sennilega vel rúmar. Það var náttúrulega töluverðar tafir á leiknum áðan. Hérna er meiðsla Kristófers en það var svo sem alveg svona að halda að Skagamenn myndu bæta við töluvert af mörkum. En það er svo sem engin ástæð til þess að krefja á það. Svona gengur. Sem Arnar Már fór út að þá datt Einar Logi niður í vörnina í stöðuna hans þar. Ja, það er óhætt að segja að Skagaliðið hefur nú heillað í dag. Svo sem gerir maður sér ekki grein fyrir hversu mikil mótstaðan er en þeir hafa gert margt ansi vel. Skorað mörgum mörkum og spilað boltanum mjög vel. Hér er Hákon við það að komast í góða stöðu. Það var skipting hjá Keflavík. Það er Philips sem fer af velli og í hans stað kemur leikmaður númer 3 Cesari Viktorovic. Þá færi James Charles Mack sig upp á topp. Þór. Einar á Hákon. Hörður. Á Ólaf Val. Það eru 4 leikmenn í það sem eru búin að spila allan leikinn. Það eru Óli Valur og Hörður Ingi, Óttar og Árni Snær. Já, okkur var að berast upplýsingar að Hákon og Jón Gísli eru að fara með 17 ára landsliðinu til Hvíta-Rússlands í loki janúar.
Já, 10 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Nú aðeins róast yfir þessu öll saman. Cesari. Fín pressa hjá skaliðinu. Gonzalo Bjarka nær ekki til hans. Hákon hefur verið mjög sprækur, tölvöld mikið í boltanum. Gaman að sjá þegar svona ungi menn koma inn og þeir fara ekkert bara í felur og reyna að sleppa öðlega frá leiknum. Þeir bara ráðast í það að vera fullir þáttakendur og það er alltaf gaman að sjá. Já, Cesari nær þessu boltan, Óli Valur nær hann síðan tilbaka, Gonzalo á Bjarka. Bjarki skiptir hérna yfir á Hákon, Hákon stíginn út. Það er vel gert hjá Jón Gísla. Óli Valur nálgast teginn. Finnur Gonzalo hann út á Þórð. Þórður með slaka sendingu. Hákon voru eitthvað að miskilja hvern annan hafða. Dagur skiptir og það er dæmt rangstaða á Adam. Skam er snöggir að taka þetta. Hákon á Þórð. Þórður hægir á þessu, snýr og þarna er spurning hvaða lit á spjaldi hann fær. Hann fær nú bara gult. Þarna ég veit ekki hvernig maður orðaði það. Fór höndin á Þórði í höfuð á maður sá þetta nokkur sinnum í handboltanum í gær. Já. Hörkuleikur hjá Íslandi í gær lengst af. Þeir virkilega komið skemmtilega óvart skulum við segja að standa í krótunum. Það er algjör veisla þegar þessi stórmót í handbolti er. En sýnst þið vera Rúnar Þór sem að fær aðhlynningu. Kvennalið í að mætti í hús að hita upp fyrir leikinn sem hefst klukkan 1. Þegar F-fáingar koma í heimsókn. Þórður Þorsteinn fékk gult spjald. Slökk sending og þá koma skagamenn. Hákon á flegiferð, 1-1 á móti Ísaki, fyrir á hægri fóti með skoti. Það er framhjá Áræðni. Þá reyna Keflvíkingar. Oflöng sending, Óttar gerir þetta virkilega vel. Hann hefur heillað mig. Við höfum nú ekki fengið fréttir svo sem af meiðslum Viktor Sjónssonar sem að þurfti að fara meiddur af velli á kringum 30. mínútu. Hann gekk nú á velli, þannig að við vonum að það sé ekki mikið. Það sýndist að vera eitthvað í ökla.
Bjarka, aftur á Óla. Jón á Einar fram á við á Þórður, ekkert dæmt. Jón vinnur boltan, Gonzalo á Hákon finnur Gonzalo aftur, þetta er frábærlega gert og hann á Þórður í skotið, frábærlega varið hjá Sindra og boltinn dettur ofan á slána. Þetta var vel spilað. Hann á Þórður nú bara að skora sko. Já, en Sindri varði þetta einhvern veginn, setti höndin upp akkurat þar sem að verður ekki að gefa nú það, þetta verður frábærlega varið. Hann er búinn að eiga nokkrar fína vöslur. Já. Fengið hann eitthvað skringil í sig, hann er eitthvað svona að kvenka sér hérna. En Bjarki með hornspyrnu. Þessi er á fjær, þar er Gonzalo sem að skallar hann framhjá máttlaust. Ég veit ekki hvort hann bjóst bara hreinlega við að fá svona frían skalla. Maður með sína hæð, þessa hæð sem hann býr yfir henn. Og enn spila Keflvíkingar, hérna tilbaka á Sindra, Ísak, Stefán. Reynir síðan að losa þetta hérna fram, en það er bara Árni Snær að svípa. Fær hann aftur, Stefán. Adam. Það var frjálslegt, Stefán Birgir missti hann langt frá sér þarna. Það er tilbaka á Árna Snæ. Árni og Hafþór á Bjarka. Bjarki finnur hörð. Á Óla Val sem að stingur þessu upp í hornið, en þetta er út fyrir. Bjarki. Magnús á Dagur. Boltinn hérna út á Rúnar á fleygiferð, fínn sprettur í honum, nær honum fyrir, Hafþór skallar frá, vel staðsettur þarna Hafþór. Þórður kemur honum á Hákon sem tekur vel við honum, en Stefán Birgir truflar hann. Tveim mínútum bætt við, sýnist mér, á merkjum dómarans Valgeirs Valgeirssonar sem hefur nú komist bara mjög vel frá sínu og þeir þrír allir. Það var hrósa fyrir það sem vel er gert. Hörður tilbaka á Árna Snæ. Með langan bolta hérna á Gonzalo á Bjarka. Bjarki reynir fyrirgjöfina þar, boltinn þvert fyrir markið, en Rúnar nær að koma þessu út fyrir. Vantaði bara mann á fjárstængina. Með langan bolta yfir til hægri. Þórður eftir, en Rúnar verður að setja þetta í innkast. Einar Logi lyftir upp í hornið, en þetta er erfitt. Vænginn að elta.
Skagamenn pressaði þá. Þórður, þetta fín pressa hjá Skagamönnum. Þórður með sendinguna fyrir, Hákon reynir að leggja hann út á Óla Val. Góð hugmynd en framkvæmdir ekki alveg nógu góð. En þarna var nú Hákon hreinlega bara í aðstöðu til þess að klára sjálfur. Hafþór, brotlegur. Braut þarna á Hreggviði Hermannsinni. Skagamenn eru gefa Keflvíkingum lítið pláss, lítinn tíma. Boltinn hérna upp í hornið, Óttar hirðir hann upp og Árni Snær kemur þessu fram á við. Keflvíkingar vinna hann. Og enn ná Skagamenn að komast í boltan en Þórður nær ekki valda boltanum. Hafþór á Árna Snæ, Árni setur hann bara út fyrir. Engin séns að teknir. Keflavík á innkast. Valgeir fann að líta á klukku sína. En uppgefin uppbóta tími svona við það að klárast. Og innkast sem að Keflavík á hérna alveg upp við hornfána. Gefa sér tími í þetta, þó að tíminn sé liðinn. Kemur langt. Innkast, Hafþór skalla frá og Bjarki Steinn hreinsa frá og þá blæs Valgeir Valgeirsson í flautuna. 4-0 sigur IA í fyrsta leik í fótbolti.net mótinu. Stefán Teitur Þórðarsson skoraði fyrsta markið með þrumuskoti af löngu færi. Arnar Már bætti við öðru úr aukaspyrnu á 38. mínútu, síðan var það Gonzalo León sem að bætti við þriðja markinu rétt undir lok fyrri hálfleiks og síðan í síðara hálfleiknum bætti Einar Logi Einarsson við fjórða markinu og þar við satt. Hér eftir örskamma stund klukkan 1 hefst leikur IA og FH í Faxaflóa móti kvenna. Við verðum þar, við ætlum að taka okkur örstutt hlé og komum aftur eftir 15-17 mínútur eða svo. Takk fyrir okkur í dag í bili.